Komið sæl, þetta þáttur frumkvöðlar og ég heiti Elinóra. Hjá mér í kvöld Bjarni frá Organella, vertu velkominn. Takk fyrir. Nú langar mig að vita allt þig, Bjarni. Hver þinn bakgrunnur? Já, ég grafískur hönnuður frá Listaháskóla Íslands. Já. Svo ég með mastersgráðu í Media Arts and Communication Design frá Kent Institute of Art and Design í Englandi. Já. Og ég hef starfað bæði á auglýsingastofum og starfað sjálfstætt og sinnt inn í ýmsum verkefnum. Já. En hvernig kviknaði hugmyndin að Organella? Já, það svona, við erum tvö sem ég og Dagbjört, sambýliskona mín. Já. Og við höfum í byrjun árs 2010 þá svona voru að ræða svona eitthvað skemmtilegt verkefni sem við getum bara svona gert saman eða svona fjölskyldufyrirtæki. Já. Og svona kveikjan af því kannski varð dularfulla dúkkulísikona á Ísafirði sem fólk hefur heyrt um. Já. Og svona það var kannski uppalega hugmyndin var að vera með einhvers konar veffyrirtæki eða vefverslun sem og það var svona kannski bara inngangspunkturinn svo áttu eftir að fylla inn í kannski eyðurnar. Já. En hver grunnurinn hennar Dagbjartar? Já, hún frá Háskóla Íslands með gráðu í bókasafns- og upplýsingafræði. Já, já. Mér finnst svo fyndið hvaðan koma hugmyndirnar. Það er svona það sem ég er alltaf að fiska eftir. Já. Af því að það er ekkert endilega tengt menntun og Nei, svona. nákvæmlega. Og við höfum bæði áhuga á svona náttúru og mikið náttúruverndafólk. Já. Og erum með hunda og höfum mikið áhuga á svona dýrum og náttúru. Og svona eftir að ákváðum að fara út í að gera eitthvað saman og eitthvað svona fjölskylduverkefni þá svona bara varum að ræða þetta svona milli okkar bara og fórum gegnum svona ýmsar hugmyndir svona hvað við getum gert. Já. En svo kom til að ég hef svona var lengi, 5-6 ár búinn að ætla að læra silkidrykka og og það gengið erfiðlega að fá bara kennslu í þessu á Íslandi og námskeið og eitthvað lítið í boði. Já. Þannig að og ég hef alltaf haft mikið áhuga á stuttermabólum og safnaði þeim þegar ég var yngri. Já, það. Og þannig að úr var einhver svona bræðingur að steypa saman í eina hugmynd mörgum svona áhugamálum í rauninni. Já. Okkar og úr var það ákváðum að gera bóli og með svona áherslu á náttúruna og já, þannig að þetta var svona kannski hugmyndin var að maður geti kannski svona fengið svona útrás fyrir svona náttúruáhugann með því að grúska í bókum og finna hugmyndir og svona tengt náttúrunni. En hannarðu þá það sem er framan á bólunum eða ertu að nota eitthvað sem er til staðar? Já, þetta er allt okkar hönnun og við leggjum eiginlega svona mesta áherslu á hugmyndavinnuna og við erum svona bæði í því og við leggjum svona mikla áherslu að það sé eitthvað skemmtileg hugmynd á baki og það förum við ekkert að stað í að teikna fyrir bara koma með eitthvað gott svona góða heildar hugmynd fyrir hvert ból. Já. En hvar gerir þetta sjálf, þrykkið þetta sjálf á eða? Já, það var hluti af þessu að þessu hugmynd að steypa saman að okkur langar til að læra silkidrykja og þá ákveðum bara að kaupa tækin sjálf og kom þar upp aðstöðu til þess. Þannig að maður geti gert þetta svona eiginlega bara frá allu lauskorunni. Já, já. Og hvar eru þið með aðstöðu? Já, við erum bara með þetta heima. Tókum bara bílskúrinn undir það, bílinn fær bara að vera úti. Já, ok. Og En hvernig hefur ykkur gengið að fá fjármagna þetta? Hafið þið fengið styrki eða? Nei, við höfum ekkert kannski aðeins fann að skoða það núna. Já. En til að byrja með þá bara
notum við bara okkar sparifé í þetta, sko. Já. Og og við höfum bara byggt þetta hægt og rólega upp. Ekkert verið eitthvað að taka lána eða neitt svoleiðis, heldur bara, við bara, keyptum bara tækin bara yfir 1 ár. Já. Og svo, meðan við vorum að vinna hugmyndum þá, söfnuðum við pening til þess að kaupa bólina og svona. Og þetta svona kannski mjög svona þægilegt svona verkefni að því leyti að maður getur svolítið ráðið svona skalanum á þessu, sko. Þegar maður getur keypt bara nokkra bóli og pröfað og sér hvernig það gengur og eins með tækin, það þarf ekki að fjárfesta fyrir margar milljónir í svona silkindrykstækjum, sko. Það er hægt alveg að hafa þetta alveg á hvorn enda sem maður vill, sko. Okay. Eftir hvað maður vill, sko. En við handþrykkjum þetta allt saman. Hvaðan keyptuð þið tækin? Við keyptum frá Bandaríkjunum. Já. Og fluttum inn sjálf og fluttum bólinu sjálf frá Þýskalandi. Já. Og þess vegna bara leðum við komin maður sé það, sko, við fórum að skoða að kaupa bóli frá öðrum hérna á Íslandi, sko. Já. Og sáum að það leðum við komin einhver milliliður, sko, þá tvöfaldast allt, sko, í verði, sko. Það var það hagstæðara semst bara að gera þetta? Já, mikilvægt bara hagstæðara að gera það sjálf bara. Það tók náttúrulega svona tíma að komast í samband við finna réttu bólina og fá sýnishorn og komast í samband við dreifingaraðili og svona. Já. En það marg borgar sig náttúrulega að gera það þannig, þá getur maður svona haft meira stjórn á sig sjálfur og... Já. Hafið þið þá notið bara internetið eða? Já, bara, já. Að finna út úr hver er hagstæðast að kaupa? Já, og hvernig, og við vildum hafa þetta raunni, við lögum mikla áherslu að þetta sé allt mjög vandað, þannig að við ákvæmum að kaupa vandaða bóli og úr lífrænni bómull. Já, þetta er lífræn bómull. Já. Það er svona lykilatriði. Já, það er lykilatriði og við notum umhverfisvænt blek sem samt er mjög endingugott og heldur í þvotti og svona. Hvar fáið þið það? Við pantum við líka frá Bandaríkjunum, sá sama fyrirtæki og keyptum tækni frá. Já. Þannig það er bara svona, það er svona hluti af svona þemanu að þetta sé náttúruvænt og náttúrutengt, sko, að það sé umhverfisvænt líka. En hver gerir heimasíðuna? Já, við svona bara, ég alltaf, að því ég er grafískur hönnur, alltaf að það maður svo heppinn að það þarf ekki kaupa að þjónustu til þess að hanna hlutin, það getur maður gert það sjálfur og við bara setjum upp heimasíðuna sjálf og rekum hana sjálf og... Já. Er hún á íslensku eða ensku? Hún er á íslensku. Já. Og Eru þið aðalega að hugsa innlenda markaði eða alltaf? Já, það er alveg bara, komið einhvern veginn að sjálfa sér, sko. Við höfum þetta svolítið bara óbyrlega byrjað með. Já. Við vorum bara með þetta alltaf ensku, fyrst, sko. Það við byggumst ekki við að væri kannski neitt svaklega markaður fyrir kannski bóli með svona þröngt sjónarhorn, kannski svona sem bara hann á náttúran í fyrirrúmi. Já. En svo kom það bara okkur skemmtilega óvart að það var bara, ekki bara líffræðingar og náttúruáfólk sem hafði áhuga á bólunum, þetta er líka bara unglingar og krakkar og fullorðið fólk sem kannski ekkert mengan sérstakann áhuga á náttúrunni, skilju. Já. Þannig að, það er svona einhvern veginn var til bara að sjóna sér að það ákvæðum bara eiginlega svona til að byrja með að bara einblína á Ísland, sko. Já. En eru þið búin að fá okkur vörumerki eða eitthvað? Nei. Við höfum ekki, náttúrulega bara, við höfum ekki búin að tekja ykkur neitt svoleiðis eða kaupaninu vörumerki eða neitt svoleiðis. Þetta er náttúrulega bara kannski, við erum búin að náttúrulega bara svona 20 ára prósess sem er komin, skilju, og svona kannski bara, ekki komin að það stig held ég, sko. Það þurfa þess. Já. En það er ágætt að hugsa sem fyrst út í það? Já, einmitt. Það er eitt af svona kannski svona mörgu sem að það er svona að fara kannski að það fer að vinda upp á sig og það fara að huga, sko. Já, einmitt. En námið þitt í Listaháskólanum, þú geta nota það sem sagt í svona að byggja upp fyrirtæki? Já, algjörlega. Lærir maður það? Nei, ég er ekkert, sko, þetta er bara hönnun, sko, grafísk hönnun sem maður lærir í Listaháskólanum. Já. Allan að þegar ég var, sko, en ég held að það sé ekki breytt heldur núna, sko. En hafið þið farið á eitthvað námskeið, hvernig að byggja fyrirtæki? Nei,
Ekki námskeið, en maður kannski farið að fyrirlestra og kannski sótt svona fróðleik á netinu og höfum fengið náttúrulega líka fengið lesögn á nýsköpunarmiðstöð, fengið að fara í ráðgjöf og þar og svona, þegar maður eitthvað svona með eitthvað spurningar og svona ráðgjöf, það er mjög gott að geta gengið í það. Og svo náttúrulega líka alveg ótrúlega mikið fróðleik á netinu, bara til dæmis bara hjá nýsköpunarmiðstöð, hvernig að hverju þarf að huga, Akkurat. En við ætlum að taka okkur auglýsingarhlé núna og eftir auglýsingar þá ætlum við að kíkja nánar á úrvalið og svona fara nánar út í hvernig er að stofna fyrirtæki á Íslandi.